Formaður Vinstri grænna segir hagstjórnina í molum og efnahagsspár út í hafsauga. Formaður Framsóknarflokksins segir að of langt hafi verið gengið í niðurskurði þorskheimilda og mótvægisaðgerðir stjórnvalda séu ómarkvissar. Tvennar utandagskrárumræður voru á Alþingi í dag. Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, sagði innlendar sem erlendar skýrslur sýna fram á mikla veikleika í efnahagsstjórninni. Það sem við auðvitað blasir hagstjórn í molum og hagspár og áætlanagerð út í hafsauga. Vísaði Steingrímur til þess að spár minnkandi viðskiptahalla rættust ekki og hefði hann verið 25% í fyrra, tvöfalt hærri en spáð hafði verið. Þá sagði hann stjórnvöld ekki gera neitt til að slá á þenslu og myndi á áformum miklar framkvæmdir í samgöngumálum, hjá háskólunum, byggingu húsa eins og tónlistarhús og Landspítala og stóriðjuáforma með tilheyrandi skuldasöfnun þjóðarbúsins í útlöndum. Forsætisráðherra sagði hallan á viðskiptum við útlönd að mestu ráðast af framkvæmdum einkaaðila, ekki ríkisins. Og þingmaður verður að gera sig grein fyrir því eins og allir aðrir að hér ríkir frelsi á fjármagnsmarkaði og fjármálastofnanir og fyrirtæki hafa leyfi til þess að flytja hér fjármagn til þess að fjármagna sína starfsemi og það ekki stefna þessari ríkisstjórnar að setja tálma á nýjan leik á fjármagnsflutninga milli landa. Formaður Framsóknarflokksins hóf umræðu mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar eftir niðurskurð á þorskheimildum sem hann sagði að hefðu verið allt of mikill og mótvægisaðgerðirnar fálmkenndar. Það var hvergi komið í rauninni til móts við sjómennina sem í stórum stíl að tapa vinnu sinni, að litlu leyti gagnvart fiskverkafólkinu, útgerðin stendur lömuð því að það mikið tekjufall. Ég sé það í fréttatilkynningu Framsóknarflokksins að hann vill nú frekar vera svona upp á gamla móðin í þessu, stofna sjóði og réttamönnum aura með beinum hætti eins og stundum var nú gert hér á árum áður með hörmulegum árangri.